Já, velkomin á Frelsi TV live. Ég er alltaf að fikta eitthvað í þessu dóti og núna er allt live hjá okkur. En hérna, ég ætla að fjalla núna aðeins eina frétt sem að ég vogaði mér að hérna, það er þetta brotið á mannréttindum kvenna og stúlkna í El Salvador. Og hérna er Amnesty International enn á ferð. Amnesty International er þræl pólitísk stofnun sem vinnur fyrir New World Order sem ég hef stundum lýst sem óvin mannkyns. Og ef þið sjáið bara hvernig þessi fréttöldsumun hvernig henni er stillt upp, hvernig hérna hvers konar þetta er alveg svakaleg fréttamennska og alveg svakaleg samtök. Sko, eugenics eða Darwin-sósíalistarnir, þeir þola ekki að geta ekki bara eytt fósturum hægri vinstri eins og þeim sýnist. Og þið sjáið hérna þessi tilkynning kemur frá Íslandsdeildinni, blátt bann við fóstureyðingum þýðir að konur og stúlkur eru saknæmar í öllum, sko, og þetta er allt saman nauðganir og syfjaspöll og fósturið ekki, það er bara, heimurinn er að farast hérna yfir þessu máli. Sko, ekki það, sko, ef ég læti ljós skoðun mína á þessu, þá þekki ég náttúrulega ekki rosalega mikið til ástands í El Salvador, eflaust er það alveg hræðilegt ástand þar, ég veit það ekkert. En ég veit að þessi frétt hérna er alveg hræðileg og ruglið í kringum hana. Sko, nauðgun og syfjaspell eru glæpir. Fóstrið ekki lífvænlegt, hver ætlar að skýrgreina það? Hver ætlar að ákveða það, hvaða fóstur, hvaða líf er ekki gott og hvaða líf er, eins og við munum að það eru komnir ákveðni bara ákveðna línur það hvaða fóstur eru velkomin og hver ekki. Sko, í mínum huga, sko, nauðgun og syfjaspell er náttúrulega bara risa vandamál og nauðgun er glæpastarfsemi og syfjaspell er fjölskylduharmleikir. Og og glæpir alveg á sér á parti. Og það er ólöglegt þarna að fara í fóstureyðingar, þannig að það er verið að handtaka fyrir ólöglega hluti. Og og síðan er farið í einhverja fórnarlambið, það er alltaf fórnarlamb með öllum sögum. Og fórnarlambið er 10 ára gömul stúlka sem að vera þunguð eftir nauðgun. Sko, nauðgun er glæpur og 10 ára barn lendir í nauðgun, en við þá nauðgun verður til annað líf. Og þú verður að taka ábyrgð á öllum lífum, það er alveg digital. Eins og kemur í fram þeir sem hafa farið yfir hugmyndir mínar stjórnarskrá þar sem ég segi að líf byrjar við getnað, að það er alltaf verið að teygja og toga þessu hugtök. Sko, þið sem hafið séð vídeó mitt eugenics, skora á ykkur að horfa á það að það vídeó, þar fer ég nákvæmlega yfir þetta. Sko, konur, það er einhvern veginn búið að blekkja til þess að líta á sem réttindi sína með að deyða líf barnanna sinna. Og ég fer nákvæmlega yfir þetta í þessu vídeó eugenics á rásinni minni Frelsi TV, sem er þessi rásin með það núna. Og ég mæli með ykkur bara að kíkja á það að þessar fóstureyðingar voru fyrst seldar konum sem svona, já, þetta er nú bara svona einhver frumu massi, sko.
þetta eiginlega ekkert líf, og þið sjáu hérna meira að segja komið inn á hérna að fóstrið ekki lífvænlegt, að óbúslega mikill áhugi hjá elitumafíunni að geta drepið hænurnar á hænsnabúinu. Og ég fer yfir þetta í þessu vídeo í smáatriðum og það náttúrulega hvæsa allir á mig þegar ég loga mér að hreyfa við þessu, enda þetta viðkvæmt mál, ég áttam á því. Gríðarlega mikið af konum sem hafa farið í fóstureyðingu og allt það, ég meina þá bara biðjast fyrirgefningar á því fyrir sjálfum sér og heiminum og byrja frá þar en ekki halda áfram með vesenið sko. En það verður að horfa á hlutina aðeins í réttu samhengi sko. Við getnað þá verður til líf. Það engin spurning. Það ekkert, það bara eins og þyngdarlögmálið. Að það þýðir ekkert að vera að kalla þetta einhverjum öðrum orðum. Og núna eins og kemur fram í vídeóinu mínu þá eru þessir vísindamenn eða þessir siðferðingar eru fannir að tala um það að þeir vilja hafa after birth abortion eða eftir fæðingu fóstureyðingu til 3 ára aldurs. Og það eru sömu stofnanir og þjóðfélagsverkfræði félögin og seldu fyrst til 3 mánuði hvernig þetta núna. Og við sjáum í vídeónu líka að það verið að drepa börn á fæðingaborðinu allan heiminn. Og þessir þjóðfélagsverkfræðingar með því að deyfa vitund manna fyrir lífinu, þar með náður að deyfa vitund manna fyrir öllum lífum. Líka lífum eldri borgara, og við sjáum að það mikla pælingar það hvernig best að drepa gamla fólki bara. Og þetta þjóðfélagsmunstur allt saman komið í keks. Þetta orðin svona dauða kúltúr einhver. Og ég sennilega þessi óvinsali kall sem ætlar aðeins að fjalla þetta. Og ég útskýri þetta líka vel í vídeónum mínum stjórnarskrá Íslands. Þar sem ég legg fram hugmyndir að nýrri stjórnarskrá. Og endilega horfið á það bara líka. Stjórnarskrá Íslands hér. Og þannig að þetta óbúslega heitt mál. En fyrir mér þetta grundvallaratriði að líf verður til við getnað. Og endilega ræðum þetta betur og endilega ef þið viljið hafa sambandi við mig eða komið viðtal hjá mér, nú get ég gert það viðtal alls konar svona. Viljið ræða þetta við mig, debata þetta við mig, endilega gerið það. Takk fyrir komin og Guð blessi ykkur.